daginn og velkomin í Silfrið á þessum fallega en snjóþunga degi. Ég ætla að byrja á því að fara hérna yfir borgarmálin með nokkum borgarfulltrúum. Vill svo skemmtilega til að bera ábyrgð á snjómokstri á höfuðborgarsvæðinu. Síðan kemur til mín Ragnar Aðalsteinsson, hæstaréttarlögmaður. Við ætlum að fara yfir niðurstöðu endurupptökunefndar í Geirfinns og Guðmundamálunum sem að lágu fyrir núna fyrir helgi. Og síðan kemur til mín Sóley Bender, sérfræðingur í kynheilbrigði. En það nefnd á hennar vegum skilaði fyrir helgina niðurstöðu í endurskoðun á lögum fóstureyðingar og fleira. En við byrjum á borgarmálunum. Velkomin Áslaugu Friðriksdóttir, borgarfulltrúi Sjálfstæðisflokksins, Guðfinna Jóhanna Guðmundsdóttir, borgarfulltrúi Framsóknar og Flugvallarvina, Skúli Helgason, borgarfulltrúi Samfylkingarinnar og Espið Blöndal, borgarfulltrúi Bjartar framtíðar og formaður borgarráðs. Byrjum aðeins á svona máli málana. Það er mikið fannfergi og svona illfært í Reykjavík. Hvernig standa snjómokstrismálin hjá ykkur? Þau standa nú alveg þokkalega með allt, það er láni jólun eða sunnudagur. Staðan væri kannski aðeins verri ef að þetta hefði gerst á morgun. En það fóru allir bílar, 10 bílar á okkar vegum út klukkan 3 og svo bættist við klukkan 4 í nótt. Og þannig að það eru öll tæki úti í raun og veru og verið að leita leiða til að fá fleiri inn. Allar svona bak- og auka og skávaktir. Við erum líka með sjálf svona traktora til að móka gönguleiðir, hjól- og gönguleiðir og höfum verið ásamt því kallar út sko leiðsauki frá þeim sem við vitum að eiga svona traktora. Þannig að þetta gengur nokkuð hratt fyrir sig, þetta lagast mikið frá því í morgun þegar áherslan er á stofnleiðirnar og það gengur alveg þokkalega. Húsagöturnar svona tínast inn ein af annari en við gerum nú ekki ráð fyrir að komast yfir þar allar. Það tekur einhverja daga að vinna upp svona mikið fannfergi, sko. Þið mælið áfram með því að fólk haldi sig heima ef það mögulega getur? Já, sko, nú er Silfrið, hvað er þetta? Klukkutíma. Ok, þá hefur fólk alveg ekkert að gera í klukkutíma, verið þá heim í klukkutíma. Já, ég held að fólk ætti nú að bara reyna að njóta, kannski það er hægt að labba, maður fyrir bara í gönguskó og út að leika? Út að leika, það er mikið útlendingum út að leika en svo bara aðeins varandi strætó, það er líka af því að strætó náttúrulega lendir líka í vanda þegar svona kemur upp og hann er ekki byrjar að ganga en við vonum að það sé hægt að koma það verður athugað með stofnleiðirnar allavega þessar aðal 1 og 6 svona 12-leytið. Ferðaþjónusta fatlaðra, hún kemst ekki neitt en það verður athugað svona 3-leytið hvort að verður ekki hægt að vinna þá upp einhvern hala en já, þetta er bara svona fjör minni mig á það er nú ekki byrjað, 2011 þá snjóaði þetta alltaf mikið þá var gerð tilraun til að reyna að sýna vanhæfi þáverandi borgarstjóra Jóns Gnarr með því að hann væri bara alveg vonlaus að móka snjó. Er Dagur ekki örugglega út að móka núna? Dagur er alltaf út að móka. Jón var út að móka. Örugglega móka hjólastað. Jón fór út sko og ýtti bílum þetta kvöld. Gerum ráð fyrir að Dagur sé að því núna. Við getum hringt í hérna eftir þegar það þarf að losa bílan okkar Áslaugar. Hann er reyndar í Hjúston. Förum aðeins í þessi samgöngumál, svona burt séð frá snjónum. Það er mikið verið rætt samgöngumál í borginni núna þetta kjörtímabil. Áherslan hefur verið á að koma fólki sem mest úr bílunum sínum og inn í almenningssamgöngur og hjól. Samt sem áður náttúrulega eru lang flestir Reykvíkingar keyrandi. Hvað segið þið svona þessar áherslur meirihlutans og hvernig finnst ykkur þetta hafa gengið, Áslaug? Þetta hefur náttúrulega, sko, það sem enginn er þennan meirihluta er einmitt þetta, sko. Það er verið að sniðganga meiri hluta borgarbúa sem ferðast á bílum og það þarf að finna lausnir á umferðarvandanum sem er orðinn gríðarlega mikill. Hann er orðinn mikill og það er ekki hægt að bjóða fólki upp á þetta. Það á ekki að þurfa að bíða umferðarteppur og bara það er ekki nógu gott flæði og það virðist ekki vera nein almennileg framtíðarhugsun í gangi hjá meirihlutanum í Reykjavík. Þetta bara liggur ekki fyrir. Svo fyrir utan það er svona þessi áhersla á hvað getur maður sagt, að svæla fólk út úr bílunum sínum sem ég held að sé bara ekki rétt. Það þarf auðvitað þarf að
auðvelda fólki að taka almenningssamgöngur og nota vistvæna ferðamáta. Auðvitað allir flokkar í borgarstjórn styðja það. Það sem hins vegar ólíkt okkur og þeim að við sniðgöngum ekki meirihluta borgarbúa. Við hljótum að skilja það að fólk ferðast á bílum. Það ennþá 75% ferða farnar á bíl og það hlýtur að gefa auðarleið að þessum hópi verður að sinna. Sammála þessu? Já, ég held að sko allir flokkar í borgarstjórn eru sammála það þurfa að vera valkostir og fólk eigi að geta ferðast borgina, hvort sem það á bílum eða í almenningssamgöngum, hjólandi eða labbandi. Það auðvitað stefna þess að meirihluta að fækka almenningsbílunum. Til þess að svo megi vera mögulegt þarf auðvitað að vera valkostir og í dag eru þeir ekki, almenningssamgöngurnar, þær eru ekki nógu greiðar, strætó, hann gengur ekki nógu ört þannig að fólk þarf að bíða of lengi til þess að strætó sé valkostur fyrir marga, það þurfa ferðirnar að vera oftar. Það auðvitað búið að þrengja mikið af einkabílnum og það auðvitað töluvert stór fjöldi borgarbúa og annars sem sækja borgina sem ferðast á einkabílum. Það búið að þrengja götur. Það erfitt að keyra borgina á háannatímum. Það erfitt að komast á milli staða. Þannig að þessi stefna meirihlutans að þrengja allt saman að meðan að almenningssamgöngur ekki komnar í það horf sem að mögulegt væri, að það það bara ekki að ganga upp. Skúli, hvað segir þú þetta? Standið ykkur ekki nógu vel? Sko, mér finnst umræðan, hún dálítið svarthvít. Það þessi hugtök sem eru notuð stundum í umræðinu sérstaklega aðförun að einkabílum sem mjög fyndið finnst mér. Það ákveðin tilraun til þess að halda umræðinu á þessum svarthvítu nótum en það fer töluvert fyrir samt þessari gagnrýni hjá þeim sem að keyra. Þeim sem að nota hana. En kveikjan að þessu einmitt spár framtíðina og það nákvæmlega út af spám það hvað gerist ef við bregðumst ekki við sem að þessi stefna í gildi, sem að gengur í grunninn út á það að virða það að þarfinnar eru mismunandi og fólk vill hafa ákveðna fjölbreytni. Ef við myndum ekki að treyfa okkur varðandi það að byggja upp almenningssamgöngur, byggja upp aðstöðu fyrir þá sem vilja hjóla eða ganga, þá fjölgar hér bílum 70.000 til viðbótar við alla þá sem eru núna á höfuðborgarsvæðinu. Og þá getum við ímyndað okkur hvernig líður okkur snemma á mótnana og síðdegis þegar við erum að fara til og frá vinnu. Þannig að við erum einmitt að bregðast við því og einmitt líka að tryggja það að fólk komist greiðar í framtíðinni, þeir sem eru á bílum, en líka að almenningssamgöngurnar og þessir valkostir sem ég nefndi séu raunverulegir. Auðvitað tekur þetta ákveðin tíma en við erum samt að sjá mikla framfærir, mikla aukningu í notkun á til dæmis strætó og almenningssamgöngum almennt. Ég tala nú ekki þá sem að fara hjólandi og það er held ég nákvæmlega það sem við viljum sjá. Björn, sko, bílum hefur náttúrulega fjölgað hérna alveg gríðarlega mikið með auknum fjölda ferðamanna. Það er sko, burtséð frá þessari stefnu ykkar, ég meina hefur ekki allt og lítið verið gert til þess að þrýsta á samgöngubætur á til dæmis þeim götum sem að Vegagerðin sér og í rauninni líka þeim götum sem að borgin með í sinni umsjá, miðað við þessa gríðarlegu fjölgun. Ég þóttum kannski þá að skilgreina samgöngubætur. Sko, það sem að, mér langar aðeins að bregðast við það sem að það kollegar okkar hérna hinum megin við þig sögðu. Það var talað um að það væri engin stefna sem auðvitað, já, það athyglisvert. Það mjög skýr stefna samgöngumál í borginni, birtist í aðalskipulagi og reyndar manneskjan Áslaug Friðriksdóttir sem sagði að það væri engin stefna, ég man ekki betur en hún hafi samþykkt þetta aðalskipulag á sínum tíma. Þar gert ráð fyrir að þeim sem ferðast, eða semst ferðum í einkabíl, fækki að verði komnar árið 2030 niður í 58%. Það nú ekki meiri aðför á einkabílnum með það. Og það sem fyrst og fremst verið að gera með því að reyna að beina fólki inn í almenningssamgöngur, hjól og ganga, það ekki að koma fólki út úr bílunum sem það núna. Það verið að fjölgunin sem að óneitanlega verður, hún fari ekki öll inn á götuna. Vegna þess einfallega að við munum aldrei vera með gatnakerfi hér sem að þess eðlis að ef öll svo fjölgun sem verður á höfuðborgarsvæðinu til 2030 ferðast allra sinna ferða eða sem sagt segjum bara 75% sinna ferða í einkabílum,
þá verða hér meiri háttar tafir og það er alveg sama hvað við byggjum mörg mislæg gatnamót eða hvað, alltaf verða einhverjir tappar, einhverjir flöskuhálsar þar sem að biðin verður. Þannig að mesti ávinningurinn fyrir alla, ekki síst þá sem að keyra bíla og ferðast sinna ferðið bílum, er að koma sem flestum í strætó eða á hjól eða að ganga. Það er búið að gera það er búið að fara í gríðarlega uppbyggingu á hjólreiðastígum sem að skila bara mjög fínum árangri. Þetta er mikið notað, gangandi, þeim fjölgar líka og síðan er þetta þannig að hugmyndin þéttingu byggðar byggir á því að þú þurfir ekki umfangsmikil samgöngutæki til að komast inn að ferða, að þú getur gengið meira. Ég held í rauninu það sem Björn er að segja, þess að ég sagði áðan, það eru allir flokkar sammála því að það þurfi að auka valkostina og það er engin flokkur sem segir bara þá bara vera þessi gerða af faratækjum. Þannig við til dæmis í Framsóknarflokknum eru fylgjandi því að það séu þetta valkostir, fólk getur tekið strætó, getur labbað, getur hjólað og síðan borgarlínan sem er svona þverpólitísk sátt framtíðina í rauninni í borgarstjórn. En það verður auðvitað að vera grundvallaratriði til þess líka að breyta hegðunarmynstri fólks er í rauninni að það sé mögulegt að taka strætó. Og meðan að við erum með lengri tíma heldur en 10 mínútur á milli ferða, þá getur þetta ekki verið valkosti fyrir marga. Svo ég taki aðeins boltan hérna því að Björn var að nefna að væri til ákveðin stefnumörkun sem er rétt með aðalskipulagi. Hins vegar það sem ég er að vísa til er að það vantar algjörlega innan aðalskipulagsstefnunar einhverja hugmyndafræði hvað varðar umferð. Nú er til dæmis til að samtíðum að fara að lækka hraða á stofnbrautum. Þetta var ekki skilgreint í aðalskipulagi. Þetta er bara í raun og veru, ég veit ekki til hvers þessi tillaga er því að ég get ekki séð að hún muni leysa neitt úr þeim umferðarflæðisvanda sem við eigum við að glíma. Og það er það sem við erum að vísa í. Það þarf að skoða umferðina og hvernig hún gengur betur fyrir sig og það þarf að fara að skilgreina hvar í raun og veru á að bæta flæðið, með hvaða hætti, hvaða götur eigum að nota vegna þess að það eru tappar á þessum tveimur meginlínum sem liggja svona í gegnum í raun og veru borgina að þvera eða eftir nesinu eins og staðan er. Þannig að það að segja já, skipulagi liggi fyrir einhver framtíðarsýn umferðarflæði er ekki rétt. Svo ég nefni annað til dæmis, þá bara eins og Parísarborg er að gera núna. Þau eru að fækka umferðarljósum með öllum tiltækum ráðum. Þau eru að fækka 1000 umferðarljósa vegna þess að þar eru slysin. Slysin eru mest á ljósum og til þess að bæta umferðarflæði. Hér mætti náttúrulega auðvitað að fara að hugsa eitthvað slíkt. Ég veit að fólk er á móti mislægum gatnamótum, stórum og groddaralegum, en getum við ekki farið að skoða einhverja aðra lausnir? Ég er sannfærð að þær eru til. Maður spyrjast þessu, Parísarborg reyndar er fyrst og fremst að miða því að fækka bílum. Það er aðal átaki í Parísarborg og það sprettur af því að bæða bílarnir alltaf margir og komast ekki ferðað sinna og svo er náttúrulega mengunin að þeim gríðarleg. En það er alveg rétt að það er, gatnakerfið í Reykjavík í raun og veru er bara mjög fínt fyrir utan svona 3 klukkutíma á dag og þessir 3 klukkutíma þeir eru bara alls ekki góðir. Og það er auðvitað mjög slæmt ef þú ert kannski hálftíma 45 mínútur að komast neðan úr bæ og upp í Breiðholt. Hvað er verið að gera til þess að vinna á þessu? Já, það er náttúrulega fyrst og fremst Það er ekki verið að gera neitt. Það er verið að þrengja til þess að við verðum enn erfiðara. Það er alveg ótrúlegt. Það er ekki rétt. Við erum auðvitað að skoða mjög mikið, núna erum við með heilmikið prógram í gangi sem undir formerkjum þess sem kallast Smart City, þar sem er verið að skoða svona umferðarstýringamöguleika. Þeir hafa í raun og veru aukist mjög mikið. Þú getur breytt flæði, breytt ljósastýringum eftir álagstíma og svo framvegis sem er tækni sem hefur ekki verið almennilega nothæf fyrir nú. Það eru miklu möguleikar í þessu og síðan er það auðvitað að auka tíðni almenningssamgangna og það er fyrsta aðgerðin. Það er byrjað á leið 1 og það þarf að gera það á stofnleiðunum því að það er massaflutningarnir þeir leysa mest. Er þetta ekki byrjaðurinn á skökkum enda? Er ekki erfitt þegar, einmitt eins og þær hafa verið að segja, þegar það er ekki allt tilbúið, það kemur að hjólreiðastígum, strætóferðirnar eru þannig, maður sér það á samfélagsmiðlum að fólk þarf að fara fyrir úr bíó til þess að ná síðustu ferðinni heim af því að strætó gengur
gengur ekki nægilega seint. Þar þyrfti ekki almenningssamgöngukerfið og einmitt svona eitthvað hjólaskipulag vera tilbúið áður en farir í það einmitt að þrengja að umferðinni. Ég held líka að gleymist svolítið í þessar umræðu þegar við erum að tala aðalskipulag í samhengi við samgöngur að þetta hangir líka allt saman við uppbygginguna á húsnæði í borginni. Þétting byggðar, gengur reyndar þannig núna að við erum að fara inn í mesta framkvæmdatíma sem að sést hefur á undanförnum áratugum. Ef menn fara, segjum bara rúmlega 40 ára aftur í tíman, þá finnum við hvergi merki eins langt tímabili eins og við erum stödd í það sem er svona mikil uppbygging á hverju ári. Við erum að tala núna... Við erum að fara að vinna upp 10 ára vanda, þannig að það ekki eins og það sé núna. Það voru 399 fullgerðar íbúðir í Reykjavík á síðasta ári, þannig að það gengur allt of hægt, meðal annars út af þessu þéttingarstefnu ykkar í meirihlutanum, þar sem ekki úthlutað lóðum í borginni. Og það náttúrulega búið að skapa þennan vanda sem við erum stödd í dag, þessi þéttingarstefna og lóðaskrárstefna meirihlutans. Þétting góð ein og sér, en það verður að vera hægt að fjölga lóðum vegna þess að það verður að vera lóðir svo hægt að byggja á. Og þetta sem þykir í meirihlutanum að hafa einungis úthlutað 5 fjölbýlishús á lóðum á fyrsta 31 mánuði kjörtímabilsins með fleiri en 5 íbúðum þetta bara skömm. Þetta eru 1300 íbúðir á hverju ári núna. Sem fasteignafélögin eru búin að vera að vinna í því að byggja upp og vinna í plani frá því árinu 2010. Þetta eru 1300 íbúðir á ári sem eru byggðar upp núna þessi 2 ár, bæði í fyrra og þessu ári, ef ég má rétt klára. Við erum að fara inn í tímabil þar sem að við verðum með milli 1000 og 1300 íbúðir á hverju ári, næstu 5 til 8 árin. Byggða þetta fasteignafélögunum. Neitt tímabil síðustu 45 ára. Byggða sem handlar fasteignafélögunum skúli. Og samhengið þetta, af hverju verðum við þéttingaráformum? Nákvæmlega til þess að koma til móts við það að við viljum gera umferðina þannig að fólk komist greiðar á milli staða. Við sjáum það líka í tölfræðinni varðandi almenningssamgöngurnar. Unga fólki að velja strætó í miklu meira mæli en það gerði þegar við vorum á þeirra aldri. Það orðið töff að fara í strætó. Það bara merki það að þjónustan, hún fer stigbatnandi og við myndum ekki sjá fjölgunna ef að þetta væri rétt sem að minnihlutin að halda hérna fram. En nú að byggjast upp byggðir allt í kringum Reykjavík. Þannig að það ekki alveg hægt að vera með svona einhvern veginn opaslega þrönga sýn bara á Reykjavík og þéttinguna innan Reykjavíkur. Byggðir að þéttast í kringum borgina. Það hefur líka áhrif á umferðarflæði innan borgarinnar og að sjálfsögðu verður að skoða það í heildarsamhengi. Svo nú gaman að heyra að framtíðarsýnin hjá meirihlutanum sé að leysa umferðarflæði með farsímum. Mér finnst það afar athyglisvert, bara að flytja fólk einhvern veginn þá. Ég var ekki alveg að skilja hvað Björn var að tala um. En ég tek undir það sem Guðfinna að segja í lóðamálunum. Það náttúrulega hlutverk borgarinnar að vera með framboð á lóðum. Þau segja alltaf að það engin eftirspurn eftir lóðum. Ég hef heyrt nú marga í meirihlutanum halda því fram að fólk bara vilji ekkert með lóðir gera. Hvað heldur fólk eiginlega, þú verður að hafa lóðir til að geta byggt hús, til að geta fjölgað íbúð. Það nóg svæði til og það engin vilji til að nota það. Förum aðeins hérna, við erum greinlega búin að færa okkur aðeins yfir í húsnæðismálin. Björn, þið svona upprunalega í besta flokknum og síðan Bjartri framtíð komið svona aðeins úr annarri átt inn í pólitíkina og þetta náttúrulega eitt stærsta málið sem hefur verið rætt á þessu kjörtímabili. Það húsnæðisskorturinn og svona erfiðleikar, sérstaklega ungs fólks, að komast í eigið húsnæði eða vond staðir á leigumarkaði. Þú hlýtur að vera svolítið svektur yfir því hversu hægt þetta hefur gengið. Það náttúrulega vissulega eitthvað farið á stað. En það náttúrulega eins og Guðfinna var að segja, stór hluti kjörtímabilsins á stóru hluti kjörtímabilsins var mjög lítið byggt. Já, það græði svo sem ekki neitt af því að ég sé svektur og það byggjast engar íbúðir á því. Hins vegar þá var þetta þannig að það var ekkert í gangi frá 2008 næstu getum við sagt og pikkar ekki upp fyrir eins og 2012. Það þannig 4 ár sem að ekkert gerist. Fólki fjölgaði alveg, okkur fjölgaði alveg samt á þessum tíma og þar á leiðandi var farið í að gera svona nokkuð, ansi metnaðarfulla húsnæðisáætlun sem var í vinnslu 2012 og svo nú komið til framkvæmda núna 2014.
fjöldi þeirra íbúða sem í byggingu náttúrulega í gríðarlegu hámarki og alveg rétt, hann gæti verið meiri, ég samt ekki viss hann gæti verið mikið meiri. Þú veist, við höfum bara ekki endalausa getu til uppbyggingar. Það eru auðvitað margir þættir sem spila inn í þetta, varðandi til dæmis húsnæðisverðið. Sko, við eigum fullt af svæðum innan borgarinnar, ríkið á fullt af svæðum og það fullt af auðum svæðum innan borgarinnar. Og það mjög slæmt og það afleitt ef að fólk ætlar að fara að snúa aftur til þeirrar útþenslustefnu sem var hér í gangi fyrir hrun, það auðveldast að brjóta nýtt land bara upp til heiða. Það langa einfaldast, nema hvað það skapar mest vandræði til framtíðar. Það sem að gerist það að íbúðaverðið auðvitað mjög hátt. Og hluti af því leiðréttingin ágæta, sem auðvitað gerir það að verkum að þegar að leiðréttingin framkvæmd þá eykst kaupgeta þeirra sem að eiga húsnæði fyrir, sem að leiðir til þess að fasteignaverð hækkar og gerir það að verkum að þeir sem ekki eiga fyrir húsnæði, þeir lenda aftar og aftar í röðinu. Það verður erfiðara fyrir þá að kaupa. Ok, þá hugsanlega lausn á því að reyna að fjölga leiguíbúðum. Það í gangi, það var ágætisvinna sem var unnin af síðustu ríkisstjórn undir forystu Eyglóar Harðardóttur. Það var allavega mikill vilji. Svo eru fólk ósammála nákvæmlega hvernig til tókst. Það var mikill vilji til þess að koma að því að byggja hér upp fjölbreyttari húsnæðismarkað. Félög eins og ASÍ hafa stigið þar inn, ætla að byggja upp 1000 íbúðir núna næstu árum. Það eru leigufélög, það eru non-profit félag eins og Búseti sem að byggja mikið upp. Búseti ekki non-profit félag, hann skiptist bæði non-profit og ekki non-profit félag. Fyrir utan það alveg hlægilega. Það var svo leiðilegt sjóvars ef þið grípa alltaf fram í. Það 900 íbúðir sem í byggingu á síðasta ári. Það tæplega 1000, það sama á þessu ári. Byggingarhraðinn gríðarlegur og ég sé ekki þessi Úlfarsárdalslausn sem að þær kollegar okkar hér að nefna. Ég hef aldrei skilið alveg þá lausn á að bæta þar inn mörg þúsund íbúðum. Við höfum nú þegar stækkað Úlfarsárdalshverfið töluvert, öfugt við það sem að meiri hluti Sjálfstæðisflokks og Framsóknar held ég gerði 2008, þá minnkuðu hverfið. Þannig að það auðvitað fráleitt að segja að sé ekkert aðgert. Það meiri uppbygging en nokkuð sinni fyrir, en fjölgunin mikil, eftirspurnin mikil, þetta borg í miklum vexti. Það áhugavert varðandi Úlfarsárdalina því að það verið nefnt sem svona einhvers konar symbol, einhvern sýnidæmi lóðaskort, en það þó búið að útluta 330 lóðum nákvæmlega þar. Og alveg rétt sem Björn nefndi að einmitt 2008 þá var íbúunum fækkað 200 af Sjálfstæðisflokknum, úr 900 í 700. Núna erum við með endurskoðað deiliskipulag sem gerir ráð fyrir fjölgun íbúða 500. Þannig að jafnvel þar sem að allt á þó að vera í kalda koli og engar lóðir mikil fjölgun og síðan verið að fjölga á öllum þéttingarreitum. Þetta var helsta kosningaloforð Samfylkingarinnar fyrir borgarstjórnarkosningarnar. Það var hröð og mikil uppbygging. Ég spyr bara eins og ég spurði Björn, ég meina þið hljótið að vera svolítið svektið við hversu hægt þetta fer á stað og af hverju fer þetta svona hægt á stað. Ég meina, sko, ef þið eru að byggja 1000 íbúðir núna, það hefði, ef þið hefði gert þetta á hverju ári, þá hefði náð 4000 íbúðum á kjörtímabilinu. Já, við skulum hafa í huga, við tölum það að borgin myndi stuðla að því, beita sig fyrir því að það byggðar milli 2500 og 3000 leigu- og búseturéttar íbúðir á kjörtímabilinu á næstu 3-5 árum. Það stefnir allt í að það muni nást og jafnvel að við förum talsveit yfir það. Þið viljið byggja í Úlfarsárdalnum? Já, ástæðan fyrir því svo að húsnæðisstefna borgarinnar sett árinu 2011 og síðan liðin 5,5 ár. Ástand í húsnæðismálum í Reykjavík hefur ekki verið svona slæmt í áratugi. Í húsnæðisstefnunni sagt að allir borgarbúar eiga að hafa kost á húsnæði viðráðanlegu verði, hvort sem fólk þarfnast stuðning með sin húsnæðismálið ekki. Og við vitum hvernig það núna. Ástæðan fyrir því að við höfum í minnihlutanum ítrekað bent á það að það þurfa að byggja meira í Úlfarsárdalnum vegna þess að flesta þær lóðir sem verið að byggja á í borginni búin að vera í höndum fasteignafélaga og banka í mörg ár. Þetta eru dýrar lóðir, þetta dýrt húsnæði, það sést að fasteignaauglýsingunum þegar þessar íbúðir hafa komið til sölu og þetta eru mjög dýrar íbúðir. Þessi félög ekki að fara að byggja þessar litlu ódýru íbúðir sem að þarf. Þar af leiðandi höfum við sagt, þar sem borgin hefur svo fá svæði
vestan Elliðaár til þess að úthluta lóðum á, að þá leið borgarinnar til þess að úthluta lóðum í Úlfarsárdalnum þar sem verið að leggja mikið fjármagn í að byggja upp innviðina þar. Ef við tökum eins og til dæmis Vogabyggðina sem næsta stærsta uppbyggingaverkefni hjá borginni, þá búið að taka núna í haust 5 ár síðan að það byrja að vinna í því verkefni. Deiliskipulag ennþá ekki klárt, þannig við sjáum hversu langa tíma svona vinna tekur. Þar eru til dæmis meira og minna alla lóðirnar í höndum Hamla sem dótturfélag Landsbankans. Það fer auðvitað ekki að byggja upp, heldur selur ykkur öðrum. Það svona sirka 60% af lóðunum þar. Nokkra aðra lóður í höndum stóra félaga og síðan auðvitað einstaklinga. En borgin á í rauninni sjálf bara 2 lóðir á þessu svæði. Þannig að umráðin yfir lóðunum hjá borginni sem verið að byggja á í höndum annar aðra heldur borgarna. Og til þess að það sé hægt að byggja íbúðir eins og til dæmis fyrir ungt fólk sem gjörsamlega útvist úr borginni með þessa lóðarskotstefnu meirihlutans, þá Úlfarsárdalurinn svarið. Varðandi eitt sem ég misskilningur hér áðan, auðvitað búsettur non-profit félag. Ég var að hugsa að það bæði fólk þar innan og utan eigna og tekjumarkað, þannig að ég rugla þessu smá saman. En þetta auðvitað vandamáli. Unga fólki hefur ekki ráð á því að kaupa húsnæði í borginni. Varðandi leiðréttinguna, þá það auðvitað ekkert orsökin fyrir ástandinu eins og það í borginni. Orsökin fyrir því að ástandi eins og það í borginni vegna þess að það vantar framboð og húsnæði og við munum verða núna eflaust næstu 5 árin að ná í skottið á okkur. Það auðvitað núna verið að vinna að verkefnum sem munu koma á dagskrá næstu árin eins og til dæmis Vogabyggðin og Elliðaárvogurinn og Ártúnshöfðin. En þetta auðvitað allt saman framtíðar. Núna þurfum við að byggja, það voru 399 íbúðir fullgerðar í Reykjavík á síðasta ári. Byggingafulltrúi reiknar með að það náist að fullklára 600 íbúðir á þessu ári. Það tekur tíma að byggja við vituna, en það sem að koma út á markaðinn dýrt húsnæði. Já, ég tek undir það. Ég held að Úlfarsárdalurinn lykillinn að því að auka framboð á íbúðum hratt og örugglega í Reykjavík. Hins vegar finnst mér alveg fáránlegt að heyra hér að þessi talaði að það sé ykkur upp til heiðastefna að fara að byggja þar. Úlfarsárdalurinn bara í nokkurn veginn miðsvæðis. Það ekki hægt að horfa bara á Reykjavík, horfðu á þéttbýlið. Mosfellsdalurinn rétt fyrir ofan. Þar býr fullt af fólki sem keyrir til Reykjavíkur á hverjum degi. Það fer fram hjá Úlfarsárdalnum. Þannig ég skil ekki, svo það bara hlutverk borgarinnar að endurskoða aðalskipulag, sérstaklega og helst löngu áður en til neyðar ástands kemur. En það það sem meirihlutinn hefur því miður látið viðgangast að vera algjörlega afskiptalaus og leyft neyðar ástandi að skapast í Reykjavík, í húsnæðismálum í Reykjavík með algjöru aðgerðarleysi. Það því miður raun. Og svo bara í boði ykkar í raun og veru verið að úthýsa efnaminna fólki og stuðla fátækt í borginni. Er það ekki rétt að í þessu, það sem þær kalla neyðarástandi, að þá væri það valkostur að byggja hratt og örugglega og mögulega með einhverjum afslætta gatnagerðargjöldum eða eitthvað slíkt á svona svæði eins og Úlfarsárdalnum? Það verið að fjölga íbúðum töluvert þar. Við hefum líka svæði eins og Skerjafjörðinn sem við getum byggt upp á. Það land sem við höldum á. Ríkið heldur... Það sem sagt endin á neyðarbreytinni sem búið að loka, já. Já, sem auðvitað búið að vera í svona svolítið limbói en nú kannski skýrast. Þetta svo sem, og þessi flugvallarumræða auðvitað tengist þessu. Það var auðvitað mjög gott að fá það land sem fyrst til uppbyggingar en tefst eflaust í einhver ári viðbót. Ríkið heldur á þó nokkrum lóðum sem að væri hægt að hefja uppbyggingu á. Þetta þarf ekki, það ekki þannig að þetta þurfi alltaf að vera þessi Úlfarsárdalslausn, hún ekki, þetta eru upphrópanir raun og veru hjá okkar ágætu kollegum hér. Þessi lausn engin heildarlausn. En það ekki rauninni að reyna að bregðast við, eins og segi, neyðarástand? Lesið skýrslu byggingafulltrúa og halda því fram að sé algjört aðgerðarleysi. Það náttúrulega svona hálfgjört grín einhvern veginn. Nei, þeir eru mjög pissið fasteignafélögin á fullu björn, það veistu, borgin ekki að gera neitt nema skipuleggja til langs tíma. Tiltrú á því sem í gangi, á okkur sem kjörnum fulltrúum, ef við erum með svona einhverjar upphrópanir sem að eiga sér
enga stoðir sem nokkuð tímann hefur verið í gangi í borginni. Það er algjörlega merkilegt hvað í raun og veru þið bara takið ekki ábyrgð. Þið takið ekki ábyrgð á því hlutverki sem þið hafið. Borgarstjóri er búin að þylja upp hérna í nokkur ár það sem aðrir eru að gera í borginni og hann hefur komist upp með það sem að því meirihlutanum hafi sýnt algjört getuleysi varðandi gjöldin, að þá hefur það verið þannig að það er innheimt gatnagerðargjöld og svo kallar byggingarréttargjald sem er í rauninni þá orðinn tvöfaldur lóðakostnaður, en meirihlutin, hann er að fara að rukka meira því að það verður rukkuð svo kallar innviðagjöld í Vogabyggðinni til þess að byggja innviðina samtals upp á 5 milljarða, þannig að lóðagjöldin verða þreföld. Meirihlutin hefur haldið fram að það sé vegna þess að það sé borginni raun að innlesa þann hagnað sem að þessir eigendur eiga á þessu svæði, en auðvitað mynd bara byggingarkostnaðurinn aukast. Annað að þessi nýju lög sem að voru tóku gildi nýlega varðandi stoppframlögin, það segir varðandi þessar íbúðir sem er fyrir tekjuminni einstaklinga, meðal annars þessar ASÍ íbúðir sem á að fara að byggja, að þar eigi ríkið að greiða 18% stoppframlagi og sveitarfélögum 12%. Hingað til hafa einungis verið innheimt gatnagerðargjöld af lóðum fyrir stúdentaíbúðir. Hvað var gert núna þegar borgarstjóri fór út á tún, settist niður og skrifaði undir samkomulag það að náttúrulega úthluta lóðum fyrir samtals 300 íbúðir á næstu 10 árum. Það er ekki eins og að sé að fara að gerast á morgun, það eru 10 árum. Og þá er sagt að þá borga stúdentarnir að borga gatnagerðargjald og byggingarréttargjald, en byggingarréttargjald verið fellt niður af því það sé framlagi á grundvelli lagana. Þannig borgin er sjálfsög ekki að fara að gera neitt og að finna snúningin á þeim lögum strax. Þetta skipti öllu máli bara að hafa í huga, það sem að hér hefur komið fram í þessar umræðu. Við erum nákvæmlega að uppfylla þau fyrirheit sem við sögumst að gera, þessi meirihluti, nákvæmlega sama hraða og við erum að tala um. Og við höfum einmitt tekið mið af könnunum sem sýna okkur að unga fólki vill ekki síst búa þarna í nágrenninu við háskólana í miðborginni og vestan. Og það er einmitt verið að úthluta 1000 stúdentaíbúðum, við erum að vinna með félagsstofnun stúdenta, byggingafélagi námsmanna, nákvæmlega til þess að uppfylla þessar hluti. Síðan þarf að bætast við sérstakar aðgerðir í samvinnu við ríkið að mínu mati til þess að það kom einhver raunverulegur stuðningur fyrir ungt fólk sem er að kaupa sér sína fyrstu íbúð. Við erum búin að úthluta það er nefnilega í meirihlutin, það er nefnilega fólk að búa í áætlunum. Staðreyndin er þessi Skúli, staðreyndin er þessi, þið eru búin að úthluta 5 fjölbýlishúsalóðir og þið hafið borgin er sjálf búin að byggja sambýli fyrir 6 íbúðir, það er eina sem þið hafið gert, akkurat ekki neitt, aðrir á að sjá allt fyrir ykkur. Það er fjör í borgarstjórninu. Ég held þið verðið seint saman við þetta. Kærar þakkir fyrir komuna Björn, Skúli, Guðfinna og Áslaug. Við komum hérna rétt að vörmu spori með Ragnar Aðalsteinsson. Takk.